Herri, þá það formin á fyrirlestartímanum og námsefnið sem við ætlum að fara yfir. En sem sagt, námsefnið verður gefið út fyrir fyrirlestara. Þannig að í fyrra þá tók ég upp slatta af grunn svona námsefninu fyrir þetta og þú veist, tók upp bara svona í litlum bútum og svo líka endurnýta efni bara frá því fyrr og eitthvað efni úr vefforritun 1, þú veist, bara svona þetta svona smá svona samansafn af námsefni sem þá bara á forminu, þú veist, það eru markdown skjöl með fyrirlestarnótunum og svo upptaka af mér að fara yfir þær. Svo eitthvað dæmi sem fylgja sem þið getið skoðað og ég fer yfir þá í fyrirlestrunum og þið getið skoðað nánar upp á ykkar upp bara sjálf. En ég stefni á því núna að í dag og morgun að klára námsefni fyrir næstu viku, setja fyrir og svo förum við yfir það. Þannig að þú veist, ef þið eru búin að fara yfir það námsefni þegar þið mætið næsta mánudag, þannig að standið aðeins betur af í en ef þið eru að koma alveg köld að því að ég byrja bara eitthvað að forrita og segja já. Og svo þegar við erum að nota þú veist, Node og modules og þetta og ECMAScript modules og eitthvað svona, þú veist, þá þið kannski svona aðeins að elta mig. Þú veist, það ætti líka alltaf virka. Þið getið líka, þú veist, batsa þessu saman og horta á námsefnið og fyrirlestrunum saman, eða bara sleppt fyrirlestrunum og vinga það, nei, sleppt námsefninu og vinga það á fyrirlestrunum. Bara eins og þið viljið. Þannig að fyrirlestrunarmánudögum eru bara mjög praktískir, sem ég bara að fara yfir dæmi og verkefni tengd þessu námsefni og þá tengið við verkefni sem búið að leggja fyrir. En námskeiðislýsingin eins og hún núna í kennsluskrá bara framhald af vefforritun 1, þar sem farið í umhverfi bakendaforritunar í Node.js, smíða tengingu við vefþjónustur og tengingu við gagnagrunna, þannig að við munum í raun smíða REST vefþjónustur, það verður verkefni sem við munum gera, við munum smíða verkefni þar sem við munum tengja við gagnagrunna, við munum nota PostgreSQL, svo munum við nota framenda forritasöfn og framework til að setja upp framenda, þar munum við einblína á að nota React og Next.js. Svo eru öryggismál sem við munum hafa svona eins og hvað þarf að gera þegar við erum að tengja gagnagrunnum þannig að einhver geti ekki bara rústa gagnagrunnum okkar eða setja inn eitthvað sem á ekki verið hægt að setja inn í gagnagrunnum okkar. Þannig svona validation og sanitation og gögnum. Já. Þetta bara eitthvað, já, búin að segja þetta. Settum vef og hýsingu, þannig að þetta í raun, við munum velja eitthvað umhverfi þar sem að þið getið þá sett upp vef sem aðgengilegur á internetinu og eins og hefur verið í seinustu ár í vefforritun 1, hefur við notað Netlify, þar á undan notuðum við bara notendasvæði hjá RHI en þetta munum við setja upp eitthvað sem keyrir þá eitthvað vefforrit á vefþjónunum, þannig að við þurfum einhvern vefþjón sem getur keyrt það keyrslumhverfi. Við höfum notað Heroku en það ekki lengur hægt að nota það frítt, þannig að það eitthvað annað þannig úti vonandi sem við getum fundið til þess að geta búið eitthvað til og þá sett þetta upp og lyft fólki á internetinu að sjá dótið okkar sem alltaf skemmtilegra. En gróf kennsluáætlun í raun með vikunni í dag, eða þessari viku sem við erum í núna svona cirka, að það í raun að fara í bakendavirkni, nota Node.js og Express. Express svona mjög þunnt forritunar svona library ofan á Node.js sem leyfir ykkur að búa til vefþjóna. Svona miðað við Node pakka, mjög gamalt, alveg mjög gamalt, en mjög solid, mjög lítið og mjög svona þægilegt að læra það í sambandi við HTTP. Svo ætlum við að nota PostgreSQL sem bara mjög solid open source SQL gagnagrunnur. Og svo ætlum við að skoða auðkenningu og notendaumsjón og tengt í öryggi, þannig að hvernig búið til kerfi þar sem ég get látið fólk búið til notenda, sæna sig inn og sjá mismunandi hluti eftir því hvort þú sért þessi notandi eða einhver annar notandi. Svo ætlum við að skoða testing, þetta bara skrifa próf á kóðun okkar, við munum einblína á bara svona unit test og svona hvernig við getum gert það í JavaScript bara yfir höfuð. Og Heroku en þú veist, TBD að finna eitthvað sem kemur í staðinn fyrir það. En við ætlum samt líka að hugsa þú veist, logging, hvað það ef þið eru búin að búa til eitthvað vefforrit og þið setjið það út og það keyrir bara alla sólarhringinn og svo kemur eitthvað upp á, hvernig getið þið vita hvað kom upp á og hvernig þið getið brugðist við því. Þannig að þá þurfum við að geta loggað eitthvað hvað að gerast í forritunum okkar. Og þetta kemur þá inn á svona operations hlutan og svona þessar DevOps pælingar. Svo munum við skoða TypeScript sem superset af JavaScript sem leyfir okkur að skrifa JavaScript með types sem mjög gott og í raun orðið bara svona algjört
bara búið að taka yfir alla JavaScript forritun senustu svona 3 ár. Þannig núna í raun bara, það er valla verkefni nema hjá einhverjum svona puristum sem eru ekki í TypeScript. Og þá kemst maður að því að hérna, types eru svona ákveðin sannleikur og að vinna í dýnamísku forritunarmáli getur verið ekkert svo góð hugmynd. Svo tökum við vefþjónustur og svona kassing, bæði þá kassing bara í vöfrum og hvernig við getum útfært okkar eigið kass og hvernig svona kass geta átt sér stað eins og á svona CDN svona content delivery networkum eins og hérna Cloudflare, sem getum við kassað eitthvað. Cloudflare er með kassnóðu í Keflavík, þar sem við þurfum ekki að fara alla leið til vesturstranda Bandaríkjanna til að sækja einhver gögn, þá sækjum við bara þangað. Til dæmis eins og við þurfum ekki að bíða eftir því að sækja Netflix eitthvað, það fer bara þangað til okkar. Og hvað er hægt að gera? Það er búið að vera mjög mikið að vera í svona edge computing, að láta forritin keyra eins nálægt notendur hægt er, sem er mjög áhugavert. Og við munum bara skoða HTTP-staðalinn, REST sem svona hugmyndafræði til þess að smíða vefþjónustur, kannski aðeins SOAP sem er svona gamalt en hérna heima er ennþá margar SOAP-þjónustur í gangi. Kassing, sem sagt, já, eins og sagði, og nota til þess Redis sem er hérna tól. Svo frammendi sem er þá aftur TypeScript í frammendanum, þannig að þá getum við nota TypeScript til að skrifa bara forritun okkar fyrir frammendan, React og Next.js og GraphQL sem er sem sagt önnur leið til að búa til vefþjónustur, en við munum öllu líkindum ekki hafa neitt svakalega mikið tíma til þess að búa til okkar eigin GraphQL vefþjónustur, heldur við munum nota einhverjar vefþjónustur fyrir það. Það til dæmis getur verið áhugavert svona einstaklingsverkefni að búa til einhverja GraphQL, einfalda GraphQL vefþjónustu og eitthvað svona. Og það er það sem er í raun boði fyrir þetta einstaklingsverkefni, að þið getið svona, hei, þetta er áhugavert, mér langar að læra meira en það. Þá getið þið bara farið smá svona ykkar stúdíu, búið til einhverja prototípu eða eitthvað svona proof of concept fyrir eitthvað og kynnta eða skrifa eitthvað með. Það þarf ekki að vera flókið, þetta er meira svona þið að skoða eitthvað sjálf. Svo er hérna spurning hvað við náum að skoða af einhverju öðru. Þetta náðist ekkert svakalega mikið í fyrra en ég ætla Svelte er annars svona framework sem er svolítið áhugavert til að skoða og er jákvæmt takað ekki í fyrra því að það var ennþá í útgáfu 0.9 og nú er það komið út núna fyrir jólin í útgáfu 1.0, þannig að þá segist að vera production ready og hérna það væri mjög áhugavert að skoða það eins saman. Þannig að þetta er svona hvernig fyrirlesturnar og hvernig námsefnið og kennsluáætlunin, en svo kannski til þess að skoða líka hérna aðeins, þá er þetta sett allt inn á GitHub og þessi kynning sem ég var að fara yfir áðan kemur hérna bara undir námsefni, hérna er þá námsefnið sem ég var að fara yfir og hérna er þetta allt bara á Markdown sniði sem glærurnar eru búin til úr. Þetta er eitthvað sem ég eftir að henda út hérna, þetta er bara afrit frá því í fyrra og hérna eftir að setja inn þetta vídeói fyrir þetta. Svo eru svona vikublöð þar sem ég set inn fyrir vikuna núna og þá er hérna farið yfir þetta námsefni, kynningin sem var áðan, þetta sem við erum að skoða núna, upprifun sem við ætlum að gera eftir. Og svo þegar við erum með fyrirlestur sem ótengdir námsefninu þá setja ég inn hér og svo einhver svona verkefni sem væri gott fyrir ykkur. Til dæmis svo að passa upp á því með útgáfu 18 af Node, Git og GitHub account sé uppsett á vélinn ykkar, Netlify aðgang, við munum nota það í fyrsta verkefni sem verður í næstu viku og svona, já, svona ber minimum til þess að geta klára það sem maður þarf að klára hverju viku fyrir sig. Og svo er hérna svona smá dagatal fyrir kennsluáætlunina og hvenær verkefnin verður sett fyrir, þannig að þau verður bara taktinum hérna, þessi minni verkefni alveg fram til 13. mars og já, þetta verkefni ætti að fara út, þetta er allt svona í vinnslu, þetta er svona fyrstu daga jitters hérna, þannig að þetta fer út og einstaklingsverkefni verður svona formlega sett fyrir hérna í kringum miðjan febrúar eða lok febrúar og hérna munum við hafa síðan kynningar fyrir þau sem að vilja, en síðan er ég verð frá hérna 3. apríl og svo er páskafrí 10. apríl, þannig að það verður svona mjög endasleft út af páskunum
En það verður að ég held 1 tími þannig eftir páska. Þannig að þá þetta í raun bara ef þið eru að klára eitthvað, þurfið aðstoð eða viljið kynna og þá notum við það hérna í lokin. Já, og svo reyni ég bara að setja inn alltaf hérna á sama tíma, ég set þetta inn, svo sendi ég ykkur tilkynningu á Canvas hvað komið inn. Þannig að þetta allt annarkvort að geta skoða tilkynningarnar í Canvas, e-mailið ykkar eða þetta og séð hvar erum við stödd í planinu. Og ég mun bara halda þessum takt, þannig að þó þið dettið út í 2 vikur, þá ætti alltaf að geta komið þarna inn og katsa upp það sem er komin og hérna ekki lent í neinum vandræðum með það svo sem. Ok, einhverjar spurningar? Skýrt.